Já, gott kvöld, góðir áhorfendur. Bara svona fyrir þá sem eru búinir að stilla á að þá nú útsendingin í lagi en það var korter senkun á leiknum. Þannig að hann á að hefjast núna eftir hennar 3 mínútur. Þannig að, já, Eyjamenn aðeins seinir í hús. Típiskir Eyjamenn, sagði einn góður Eyjamaður. En þetta að koma. Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og velkomin á Hauka TV. Ég var víst eitthvað að tjá mig hérna í síðasta leik að mögulega þetta á speedvideo, en það bara okkar gamla góða Hauka TV sem að mun hérna allavega taka leikinn í dag. Spurning hvort það verður líka á laugardaginn, en hérna við sjáum bara til með það. Sjáum hvað gerist með speedvideo. Já, það alltaf gaman að fara á gömlu TV-in. Já, geggja. Hérna, já, við ætlum að lýsa leiknum í dag. Ég heiti Jens og með mér er Friðrik. Benóni. Heldur betur.
ef einhver Eyjamaður áttar sig ekki á því að þetta er maður sem er tengdur Eyjum og þá er hann klárlega ekki Eyjum því þessi tvö nöfn eru samtvinnuð Vestmannum frá Örófi Alda. Það er rétt. Enda myndast líka mikil togstreita í minni fjölskyldu þegar að þessi lið mætast. Ég trúi því alveg. Við erum alltaf báðir með tengsl þarna í Eyjuna fögru. Já. Herri, jæja. En það er sem sagt í dag, fyrirleikur dagsins í dag, Haukar IBVF og leikirnir á hérna þriðjudaginn. Haukar unnu þá Stjörnuna örugglega með hvað, 9 mörkum held ég að veri? Held að veri 10, var ekki 39-29? Gæti verið og IBVF tapaði með 1 fyrir FH sem var algjörlega leikur sem við geta farið á kotuveginn. Já, og þar kom líka svolítið í ljós að varnarleikurinn hjá IBVF á bara eftir að vera betri og betri held ég í vetur. Já, ég er sammála því. Þetta er varnarleikur sem að maður gæti orðið gaman að horfa á í vetur. Skemmtilegi varnarmenn og öflugir. En leikurinn er hafinn og þú baladrar bara. Það er rétt. En IBVF byrjar hérna í fyrstu sókninni og hérna, þú ert með nöfnun á hreinu, það ekki? Jú, og þetta var skot frá Sindriki sem að Viljus varði. Já, einn af nýju leikmannum í Haukum, kemur á Selfossi og annar af nýju leikmannum Hergir tekur fyrsta skotið á Haukum sem er varið. Það er hann Petar Jokanovic sem að byrjar og það gengur erfiðlega að skora hérna á upphafsmínútu. Hergir, Adam og Birkir er hérna fyrir utan, það er í Haukunum með Össur byrjar í vinstra horninu, Andri í hægra, Adam í skiptu og Birkir og Hergir stjórnar og inn á línu er Þráinn. Já, þetta er svona frekar svona, þó séu kannski ekki margir nýjir inn en samt töluvert breytt lið hjá Haukunum frá því fyrra. Það er búið að vera endurnýjun alveg klárlega og svona meiri ferskleiki fannst mér í leiknum hérna á þriðjudaginn heldur en oft áður hjá Haukum. Og þetta ver Petar. Já, Andri fyrir inn og fær gott færi í horninu og fer inn, en Petar það er ennþá 0-0. Haukarnir halda áfram, stilla upp í sókn. Svona byrjar svona frekar rólega fyrstu 2 mínúturnar. Rólegt. Það eru eins og gengur á Adam. Adam vel. Ég var að segja við Einar hérna í síðasta leik að mér finnst Haukur er gríðarlega góður í síðasta leik og ekki bara í þessu. Já, vel gert, gott spil á Vestaleikunum. En Rasimas vel varið hérna, gott og snögt skot og... Já, þetta var fínt skot og gott færi á Portugalanum sem hefur vaxið gríðarlega hjá IBVF. Maður svona hafði spurningamerki við hann í fyrra þegar hann byrjaði, en fannst hann ekki alveg vera svona, en hann er búinn að vaxa gríðarlega. Já, Steig fannst mér sérstaklega upp í úrslitakeppninni með IBVF í fyrra, ja. Og svo er hann Marino, hérna nýji, sem er hérna nummer 6. Já, Birkir vel gert. Birkir vel. Hann er mjög, finnst mér, spennandi leikmaður. Já. Hann er hörkuskrokkur. Og Króatar, þeir kunna nú alveg að spila handbolta. Já. Það var alveg... Það er ekki rétt sem hann ekki frá Króatíu? Jú, ég kann að það er síðast á þriðjudaginn og þá hann er Króati. Og bara hörku spilari og góðu varnarmaður. Alltaf gaman að góðu varnarmaður. Verður samt. Já, IBVF. Klippur gana af, fríkast. Verður samt áhugavert að sjá sóknarleikin hjá IBVF. Þeir missa svolítið svona stóra pósta úr sókninni frá því fyrra. Arnór og Elmar. Já, en hérna eins og í leiknum núna þriðjudaginn. Já, vel gert, gott spil og vel Rasimas ætlar ekki að fá þessi mark í kvöld. Nei, komið 3 bolta var það, strax í byrjun. Þetta ver Petar Jokanovic. Já, ég ætlaði að segja hann hérna Sigtryggur var í síðasta leik, fannst mér frábær hjá IBVF og
mjög góður, sérstaklega sóknarlega. Hann spilaði nú ekki mikið sókn í fyrra og var aðalega í vörninni, en ég var mjög hrifinn á hann hérna á þriðjudaginn. Ég fannst hann virkilega góður. Það er mjög jákvæmt fyrir IBF að hann fara að stíga upp af því að Já, af því að þetta er góður sóknarmaður og manni svona saknaði þessi fyrra að hann skildi ekki spila meiri sókn. Akkurat, það er kannski bara þegar þú ert með svona leikmenn. Já, þú varst með hörkuleikmenn þar sem nú eru 2 farnir og þá þarf eitthvað að stígu. Ég held að hann sé maður sem getur það. Herðu skemmtileg sendingarna á Birki. Birki á línu. IBF keyrir á. Já, hann er svona ekkert. Ég ætla ekki að tjá mig það. Andri fyrir fram í hraða, og þetta er bara Pétur vel. Frábær markaslag. Já, virkilega vel gert. Ég segi að Andri gerði þetta ekkert illa, hann stökk vel inn, beið lengi, en Pétur bara beið lengur. Já, og gerði þetta bara mjög vel. Átam, basically. Já. Já, þá er það IBF í sókn. Það er ennþá, IBF er ekki ennþá búin að skora. Nei, og 6 mínútur búnar. Já, 3-0 fyrir Haugana. Það kom fyrsta markið. Það er hann. Það er Marino. Held að þetta er Marino, ég sé ekki að bylla með það. Held ég muni þetta rétt. En Rasmus var í þessum bolta, hann er að byrja sterkt. Já, góð byrjun hjá honum hérna í þessu leik. Ósáttur í sjálf að segja að hann ekki varði þennan bolta. Já, enda má hann líka vera það. Það er bara hekkið þennan. Búin að halda hreinu. Nei, ég maður aðeins að kynnt í kólunum. Það má. Já, Haukarnir kom í sókn og Birkir og Erger skot í varnarveginn. Þarna erum við með mjög sterka og svo ertu með á bekknum svo með Róbert sem er náttúrulega frábær varnarmaður líka, þannig að þú komið þarna 4-5 gríðarlega sterka varnarmenn hjá Vestmannaeyingum. Nefnilega, og þeir geta svolítið svona geta rótir á þristunum. Já. Það er, eins og þú segir, þetta getur verið gríðarlega sterk 6-0 vörn. Já, þetta verður að Símars eftir að, Þráinn tók þetta í háarninni. Já, tók aðeins smá kraft úr þessu. Erger, góð sendingin og Þráinn. Þráinn klárar þetta. Já, Þráinn gerir þetta vel. Listi vel. Tók hann fast í jörðina. Það hefði verið fallegur Barbie ef hann hefði ekki... Það er sennilega að fara hérna upp fyrir töfluna, sko. Já. Ja. En við höldum áfram. IBF kemur í sóknina, getur minka munin í 2 mörk. Þetta er náttúrulega engin munur í handbolta. Þetta er fljótt að gerast og vel gert. Gott spil. Erfitt kannski. Rasimans kemur vel út á móti og lokaði vel. Og það setti hann framhjá. Hann er komið 4 bara. Sem er í Það var Nökkvi sem var að skjóta. Já, Nökkvi í vinstrótinu og hann... Gabriel í hæra. Já, Gabriel, wow. Ég var alveg, hann var ekkert í gang. Þessin er ég hérna til að hjálpa þér. Það er vel gert. Ég var að fá heila blóð. Erger sendir út á Össur. Þröngt færi. Ég vil að segja að Petar er búinn að byrja þennan leik líka vel. Hann er komið. Hann er með 5 varabolta, samkvæmt minni tölfræði. Gott skot hana hjá Marino. Af gólfinu. Beint á vörnina og bara smellur honum. Hann getur skotið þessi strákur. Hann taka 2 hérna föst skot. Og óhræddur og með gott auga fyrir línu líka. Og eins og ég segi, ég held að þetta sé strákur sem ég held að segja kvalir ekki fyrir IBF. Heldur betur. Þeir eru að vinna í útlendingalottóinu hana með að fá hann. Komið 2. Já.
Já, trommusveitin mætt. Já. Þetta var næstu í geðveikt. Já. Þetta var frábær tilraun. Já, algjörlega. Já, ég ætla að segja hérna, báðum þessu liðum í síðustu á þriðjudaginn. Þar er Adam Haukur hjá Haukunum og Sigtryggur hjá IBVF. Mér finnst þeir báðir svona endurnýjast svolítið í þessum leikjum. Það sá nýtt að þeir voru, vel gert, góð hávörn, Össur, fljótur hana. Já, þetta ver, Petar búinn að taka hérna 2 hraðahlaup, dauðafæri, bara maður og mann. Já, Herger er frábær í þessu, koma úr hérna horninu á svona blindu hliðin á skiptorum. Nefnilega. Þær voru báðir eins og sé, svo ég nú að klára þetta. Þá voru þeir báðir báðir fannir að finna línu mitt með hérna gott auga fyrir hérna færum og sem að maður hefur ekki alltaf séð á þessum mönnum. Nei, greinilega búin að æfa vel í sumar. Já, og bara, og svona eitthvað svona ferskleiki yfir þeim. Og kannski þurfa þeir bara að taka meiri ábyrgð þegar svona í báðum liðum er náttúrulega stóri póstaði farnir. Algjörlega. Þá eins og þú skoðst inn á hann, þá þurfa bara aðri menn að stiga upp og svona losnar kannski þá. Já. Það er gaman að fylgjast með þessu. Skemmtilegt spil hérna, Andrin í teig, ég held að þetta sé bara hárrétt. Já, við dælum ekki við dómaran. Einar Jónsson segist vera með besta sambandi dómara á Íslandi. Já, það eru hans orð. Það eru hans orð. Við látum þau orð bara standa og falla með honum. Jú. En vítakast og IBVF bíkar í 4-3. Eru ekki lengi að því. Þannig. En þú sér eins og þetta er búið að vera. Það eru Haukarnir búin að fara með 2 hraðahlaup, 1 úr horninu. Já, 1 úr horninu, 2 úr sikkur horninu. Kannski svona frekar þröngt sem að Össur fer með hana. En Petar hann er bara mættur tilbúinn. Og Birgir vel gert. Nú er Vestmanningarnir múin að stilla upp, Róbert er komin inn á í vörnina, Nökkvi skiptir út af, reynda kannski út því að það var víti. Þá áttum við Róbert og Ísak í þristum og Portugalan og Króatan sigur með. Og svo Sigtryggi sem hérna hotnamaður í vörn, það er ekki mörglið sem við myndum nota þar. Já, þetta er vel varið, hann lagði ekki alveg í þennan bolta á Össur. Það er Herger, Adam. Þetta er svolítið bara fyrirhálaugur markmanna. Þeir eru bara skiptast á að verja. Þetta var döbbul hjá honum, Petar. Og skref. Sér alveg hárrétt. Jæja, þá fær Andri sér 3. séns. Og þá skoraði hann að sjálfsögðu. Það er ekki. Andri náttúrulega er gríðarlega markagráður. Já, og hann efast aldrei sjálf á sig. Nei, sem er falleg. Já, hann múið klikka 2 svar og þá bara veit hann ég skora næst. Ef þú ert í þessu sporti, þá bara þýðir ekkert annað. Það er nefnilega svolítið hannig. Menn verða að sína passjón. Það við séum að Dagur er komin inn á. Og frábært skot þarna. Dagur kom inn fyrir Króatan, ekki? Jú, Marino. Jú, það er rétt. Og sjáum það nú reyndar að Dagur hann er líka gríðarlega öflugur sóknarmaður og hefur skilað miklu fyrir þetta IBVF-lið undanfarin ár. Algjörlega. Og með hjarta á réttu staða. Já, það er Birgir. Frábær. Birgir með frábæra byrjun sóknarlega hérna í þessu leik. Hvað er það? 3. markið hans held ég? Þetta er 3. markið hans, svo er hann líka með eina stóðsettingu upp. Já. Og ég segi sóknarlega, hann er líka búinn að standa nokkuð vel á móti honum Marino. Já. Ég tók einmitt eftir í síðasta leik og lendar í smá vandræðum hann ætlaði að byrja með, hann átti aðeins erfitt. Já. En
Þetta eru úti strákar og færð á því alvöru kalldýra getur verið. Já, það er rétt. Klipping og Sindringur kemur á. Frábær sending hérna á glæsilegt slút. Já, vel gert. Þetta var skemmtilegt, það var svona sjónvarps. Fríkast hana Róbert með svona Róbertsbrot. Vel gert. Segir hún bara standa upp. Já, ég sá einhvers staðar hérna. Það var verið að spyrja hver myndi fá flesta 2 mínútur í vetur og það var einhver sem skoði mjög hratt á Róbert. Ég skil ekki okkur því. Já, þetta er bara maður sem best. Þetta er maður sem sýnir passion. Já, þú vilt hafa hann í liðinu og er óþolandi að spila á mótunum. Alveg, absolutt. Sem er á sjálfsögðu mikil kostur. Það er alltaf merking gæði. Já. Já, en Haukarnir koma á 7-5 fyrir Hauka á 15 mínútur búnar af leiknum. Birkir sækir á. Það hefur fundið svona smá brasa á þessum uppfyllta sóknarleik við IPVF. Já. Svona aðeins svona fyrst til að byrja með. Ég hugsa, já, en það er eitthvað sem að slípast til hjá þeim, alveg klárlega. Já. Þú veist, eins og maður segir, þú ert með þarna. Já, vel gert, gott spil og... Heyrðu, Adam er snúning, ég bara held ég aldrei séð þetta áður. Hann snúlar hann bara. Og Adam er fremstir í hraðinu. Nei, Andri. Það er Andri að sjálfsögðu. Og Andri skorar. 7-5 og nokkru sekundar á staðan og 9-5, 14 breytast. Já, það voru 2 mörk hérna á 10 sekundum. Skora, IPVF fer í miðjuna og tekur hann ólöglega og missir hann og Haukarnir svara. En svo er líka spurning, við erum í svona æfingamóti að spurning hvort IPVF haldi ekki bara svolítið sínum spilu þétt að sér fyrir tímabilið. Já, hérna City er aftur að leita Hósein og línu. Það er góða sendingu á hann og þetta var ekki slæm hugmynd. Já, ég tala nú ekki þegar Kári síðan að fara að koma að vinna með þessar sendingar. Nákvæmlega. Hann sogast upp í hendurna á honum. Nákvæmlega. Það er hérna, já, City upp og... Þeir viljið sem bara... Já, markmaður á, segir dómarinn. Fyrir út fyrir, aftur fyrir segir. Hann kom með 6 varða. Já, hann er með yfir 50%. Já, hann er að byrja þetta hörku vel. Hann er hérna í 54% markværslu. En á sama tíma hinum meginn þá er Petar í 50%. Já, samt, já. Það segir okkur, já, ok. Það er... Segir okkur svolítið það hversu vel hann er búinn að spila. Það er magna. Haukarnir koma að geta aukið munin í 5 mörk. Og Adda lítur sér upp og áfram heldur Petar að verja. Þetta var lesið, farið í hornið og bara beðið eftir þessu. Já, lítið þetta lúka mjög auðvelt. Já. Og Vestmanningarnir koma að geta minka munin í 3. Haukarnir hafa ekki gert neina breytingar á sínu liði það svona. Nei, mér sýnist nú það eru mennir að gera sig klára á bekknum. Jú, Siggi er að koma inn á. Í vinstra horni fyrir Össur. Gott mark hana, ég verði að viðurkenna. Ég sá ekki hvort þetta var Sindringur eða Dagur. Eða var þetta... Svo portugalski. Ég bara, já. Já, mér sýnist hérna Haukarnir Jakob og hérna Skarpjör að gera sig klára hérna fyrir utan. Það er náttúrulega vantar nokkra pósta í Hauka. Birkir með skot, beint á Petar. Já, þeir eru náttúrulega upp í stúku, Binni Geir og Gummi. Já, og svo erum við með Óla Ægi sem er nú á bekknum en ólíklegt að hann kom inn á svona hefur manni heyrst. En hann á við ykkur smávæli meðsli að stríða. Þá er þetta bara kjörið tækifæri fyrir Birki til þess að bæta sinn leik fyrir komandi tímabil. Algjörlega, bara sína hverju gerður. Og svo erum við náttúrulega með gríðalegt efni þarna á bekknum í honum hérna, vá, hvað er hann? Egil, Egil, takk.
Egill Jónsson. Egill Jónsson, svona Jóns Egills. Já, góð vörn. Já, ég stundum haldið það sem er gorma í skónum, svo strákur, hoppa svo átt. Það fallegustu skotun sem að sést yfir. Ótrúlegur í því. Frábær sendingarna aftur og vítir. Og kom skemmtilega inn á hann, Sigtryggur, hann er bara allt í öllu hann svolítið í sóknarleiknum hjá IBA. Hann er búinn að vera það og var það í síðasta leik, en við vorum alveg saman það hérna, ég og Einar, að hann hafi verið besti maðurinn á völlurinn í þeim leik. Og gott víti hana, fyrsta tempo, fast. Og já, Ásgeir tekur leikli. Ásgeir tekur leikli og hérna væntanlega rúlla ekki eitthvað í þessu leikli. Jú, ég hugsa það. Og taktískt æfingarleikli, aðeins að fara svona skerpa á hlutunum. Já, 19:42 búnar og 9:7 fyrir Hauka. Já. Það var aðeins meira markaskor í síðasta leik. Já, voru meiri læti. Það er svona, svo liðin séu aðeins þyngri í dag en það voru þá. Þetta hefur verið náttúrulega mikið álag í gangi og undirbúningstímabilið á fullu, þannig að það er ekkert óeðlilegt að það sé svona smá þyngst í þessu. Já, menn jafnvel kannski bara, þú veist, aðeins að passa sig. Stutt í mót? Já, það er bara rúmar 2 vikur. Já, 2 vikur. Já. Ég held að sé að fara með rétt mála að sé langar að ganga svo langt að segja að sé bara 4. eða 7. september. Já, það má vera. Ég ætla ekki að 7. september, ég held að þetta byrja á laugardegi hérna. Ég veit að Haukarnir eiga allavega afturhendingu fyrsta leik. Já. Það lípju af. Það getur náttúrulega leitað þetta bara uppi. Já, hérna sérðu þið núna, hérna er athyglisverð eða skemmtilega uppstilling hjá Haukum. Þetta er, ef við tölum um kynslóðaskipti, þá er þetta að segja að það sé núna í gangi. Hérna ertu með Sigga í vinstra horni og Skarpi kominn í skiptuna, Birkir hinum megin og Egill í hægra horni og Jakob kominn inn á línu. Þetta er ekki, með við Hauka er þetta mjög unglið. Já, mjög. Herðu, skemmtið þarna og Egill. Þetta gerir hann vel. Já, Petter kemur og langt út á móti en Egill gerir þetta vel. Hann bara setur hann bara út fyrir hann. Settur hann í öðminn á hann eiginlega. Þetta var eiginlega eins og hann væri að taka undir þetta skot á varnarmann. Hann kom svo nálægt honum. Já, þetta var, maður sá líka Petter, hann sá að hann var að fara, hann passaði sig. Þetta var vel gert í Petter sko, það er ánægði með hann. Petter nefnilega gerir þetta stundum og veiðir oft menn í svona smá gildru. Já, en hann fór, hann gerir þetta vel, þetta er æfingarleikur, hann fer ekki að fullu í hann sem hann hefði nú mögulega geta gert í einhver strandastæð. Já. En já, frábært, 10-7 Haukar. Og frábærlega markvarsla hana hjá Villa. Bara hvað, er það gælunafni? Ég kalla hann alltaf Villa, við veit ekkert hvort það sé kallaðar á sko. Nei, það má. Já. Það má allt í þessu. Það er rétt. Svo náttúrulega, við myndist að Herger í þessum kynslóðaskiptum, hann náttúrulega ekki gamall sjálfur þannig. Nei, og hann svona elsti sóknarmaður þannig inn á. Af þessum strákum. Og ekki alveg nægilega skot þarna. Nei, það var ekki gott skot hjá Skarpa. En Skarpi er búinn að hreyfa mig svolítið líka, hann var næstan mjög góður í síðasta leik, kom gríðarlega vel inn í þetta. Já, ég er algjörlega sammála því, hann heillaði mig mjög. Og svona, ég vissi nú alveg að hann væri góður, hann var svona betri heldur ég hélt, þegar að veikina það. Já, hann svona, nýttist allavega mjög vel og gerði þetta mjög vel. Sveinn Hósi fær hérna vítakast, hann er búinn að vera góður í þessu leik líka. Og sitti bara örgur á punktinum. Lítið sín víti bara mjög vel. Já. Nú kominn inn á nýr leikmaður hjá IBF, heitir Kristoffer. Kemur úr Háká og enn eitt svona, hann er bara 2 metra maður. Já, og mér finnst þetta bara áhugavert hvað við erum komið margar svona stóra menn í deildina, svona stóra menn sko. Já, og Skarpi, já. Þetta er 2 metra Brottisson. Brottisson, það er á Gróatan. Já,
Robben skilur ekkert í þessu, hann aldrei skilið í neinu, hefur ekki notað það. Nei. Það í halslið. Held þetta hafa nú bara verið rétt, hann endar hann svolítið aftan í honum. Það er þess að kynna Robben, það er gott að Hann hefur gott á því að hann er alltaf kynnandi allt og alla sko. nákvæmlega. Gott að, já. Já, en Haukarnir koma einum fleiri. Þú segist þess að vera að Haukarnir nýttu yfirtöluna ekki vel í síðasta leik, fannst mér. Nei, þetta var það skemmtilegt slútt. Góð sókn hana. Kannski ekki alveg færi svo vilt í yfirtölu. Nei, ég er sammála því inn úr svona frekar þröngu færi. En þegar að Siggi er á deginu sínum í þessu, þá getur hann eiginlega skorað úr öll. Já, og þarf líka hann ekki að spyrja hann tvisvar aðeins til þess að fara inn. Nei, þú hérna, það er alveg, ef hann sér þetta, þá er það farið. Já, og IBF kemur. Þetta er góð varnarleikur hann hjá Össur. Já, það er enginn í markið, ég veit það. Og Adam bara örugur. Komið með 3 mörk. Ég var að viðurkenna það, ég áttaði mikið á því. Það er enginn í markið. Adam var með það á þau. Sáum að hann Össur kemur í veg fyrir sendingun og Adam bara fljótur að rífa bolta til sín og fljótur að hugsa. Við sjáum núna að nú er báðir náttúrulega Króatirnir í 2 mínútum og City hvítur, Dagur og svo Kristoffer hérna vinstra meginn í skiptum og svona, já, það er Kristoffer í skoti hana, þetta var ekki hittir ekki alveg. Nei. Og svona svolítið vel upp úr engu, þetta var, jú, kemur klipping og skot en byrjar svolítið nálægt vörðina fyrir skoti. Býttu nú við, hann dæmi bara skref og byrkja hana. Ok, held ég, hoppar upp og lendir. Hoppar upp og lendir, það er frábært dómur. Það var dómurinn allavega. Já, ég sá ekki hvað hann dæmdi. Mér sýnist Ásgeir allavega ekki vera sammála þessu. Ásgeir er aldrei sammála neinu. Það kemur ekki oft fyrir, nei. Ekki. Og IBF kastaði boltanum bara í innkast. Össur. Og Haukarnir sömu leiðis, hann er svolítið tappað bolta núna hérna þessa myndunar. Ping-pong. Þannig að kemur til það, þetta er ekki bara ruðningur, nei. Já. IBF, refsa. Já. Þetta er Haukarnir er ekki nægilega fljótur tilbaka hana og saman tíma IBF fljótur upp. Þetta er gamli góði haustbræðurinn. Já. Það er gott að grípa í frasan. Herger kemur á, sækir á Kristoffer. Það gerir hann bara ágætlega. Já. Getur verið erfitt þegar þú með svona stóran og sterkan mann að fá á sig svona öfluga fintara og sem er snöggur á fótunum eins og Herger er. Heldur betur. Þú þarft að vera klári í að stíga. Sjáum við Birkir hann að reynir að koma honum á Jakob. Það var frábær hugsun. Jakob okkur skotinu. Alltaf eitthvað. Það er alltaf leikrit í kringu Jakob. Á skapi. Vel skotið og vel varið. Ég er ekki frá því að Petar Jókanovic er búinn að vera besti maðurinn í fyrri hálfleik í þessum leik. Já, ég er sammála því. Hann er búinn að vera frábær í þessum leik. Ég er bara ekki það að Villi er búinn að vera góður en hérna Petar er mjög betri prósentuð ekki? Jú, töluvert. Allavega hann er svolítið líka búinn að halda IBF inni. Já, Petar 50%, Villi 47. Það eru svona. Þeir eru á svipuðu róli, en jú, ég er sammálaður. Petar búinn að vera frábær í þessu leik og nú tekur Maggi leikhlé hjá IBF. Það verður áhugavert að sjá hvað stillur upp í. Já, 26-47 búnar að leiknum, 12-9 fyrir Hauka. Svona, svo að segja, þetta er rólegur leikur, það er engin læti
sem hafa nú oft verið í leikjum þessara liða. Já. En kannski verið að spari hliðanar fyrir veturinn og sennilega vorið. Það geti verið. Við vonum það allavega. Já, svo sannarlega. Já, þá er búið að skerpa á því sem á að skerpa á í þessu leikliði. Heldur betur. Já, mér sýnist ekki vera neinn breyting á hvoru lið. Það hefur bara verið eitthvað svona Bara taktískt leikliði aðeins að æfa eitthvað sem við erum alltaf að spila. Þú sér hérna, það er verið að tía upp fyrir Kristófer í skot. Væntanlega verið að undirbúa skotdókn frá þessu strák sem að gæti náttúrulega orðið. Þetta er talandi ég er búin meiri 2 mínútur heldur líka við. Já, ég hefði haldið það. En þá voru allir voða saklausir. Þarna. Já, auka stilli upp. Sjáum að Egill leysir inn. Skarpi, já, vel gert. Þeir upp og skýtu vel, frábært skot. Þetta er IBVF tekur hraðan yfir. Jakob missir hann. Gert og skorar þarna. En hrósa Jakobi, hann sleppir honum, þannig að hann lendir ekki í brottvísunar vesenni. IBVF, heillaði með pínu hvað það voru fljótir í, þetta eru 2 mínútur. Já, þetta var klaufalegt brot. Já, Kristó veit ekkert hvað gerðist þarna. Nei. Held líka Siggi hafi alveg verið sótt þetta lúmst. Ég sá þetta ekki, ég sá Sigga bara liggja og hendur, það var klárlega eitthvað snerting, ég veit ekki hversu mikil hún var. Kemur svo sem ekkert óvart ef að það hafi verið spákrydda. Já, þú veit með mikinn kettismann í Sigga, já, vel gert, en vel var ég á Petar. Þetta er farið að líta svona eiginlega óþægilega auðvelt út myndunum við. Og aftur vera hann. Þetta var þetta er að vera aðeins svo mikill hausbræður á þessu. Já, það er svona bara eiginlega svona spurning eftir með, þú ert ekki með tapaða bolta, það hefur verið athyglisvert að þetta bæði lið sem búin að tapa hérna einhverjum 5-6 boltum. Já, vel varið þarna. Það er Villi þarf að spýti í, ef hann læra að ná Petar. Akkurat, Villi er komin 9 varða meðan Petar er komin 14. Já, en Petar, vel gert á degi, rennir sér í gegn og Petar er búinn að vera með tvær tvennur. Og Jakob skorar hann að ég nú ekki sé hann fara svo hratt inn. Tekur sér yfirleitt góðan tíma í sín skot. Já, það var hérna, nú stundum sagt í línu með þeim, það taka oflanga tíma að það meiri hægt að þau klikki. Já, en Jakob kannski afsannaði það svolítið í fyrra. Já. Frábæri og afturhendingu í fyrra. Og eins og segir Frábærlega gert þetta í hana. Já. Og alveg hægt að réttlæta mögulega víti. Já, ég skil alveg að Dagur vilji víti, sko. En það er svo sem málið segja að hinir meginn hafa átt að vera víti líka ekkert tíma, þetta er bara... Þetta er alltaf svona, er þetta ekki nýr dómari? Já, þetta er ungur strákur, þetta er hérna, hann var í grillinu hans í fyrra. Dagur tekur kast. Já, hann skorar ekki, þannig að við erum komnir í hálfleik og staðan er 14-11 fyrir Hauka og við bara heyrumst og sjáumst eftir. Já, hvetjum bara fólk til að fá sér kaffi í hálfleik.
Þá erum við alltaf að vera klárt í seinni hálfleikinn í þessum fyrri leik dagsins. Á vonandi að menn mæti kannski aðeins frískari í seinni hálfleikinn, þá á ég við bara bæði lið. Já, það var róli hitt yfir þessu í fyrri hálfleik, en klárlega mennirnir sem stóðu upp úr hérna í fyrri hálfleik voru markmennir Peter Jokanovic og IPVF með 50% varpaslu og Rasimas hjá Haukum með 45%. Já. En við sjáum að Haukarnir eru búin að skipta. Haukarnir skiptu markmann, Maggi er kominn inn á í og tekur allavega byrjar í seinni hálfleiknum. En Petar heldur áfram. Petar heldur áfram. Eðlilega kannski, meðan hann er svona sjóðandi heitur. Já, Haukarnir halda sama líði og þeir enduð á. Það er ungt lið inn á eins og þeir áður hefur komið fram. Siggi kemur hann langt út, leysir vantilega út aftur. Já. Vel gert hjá Skarpa, sendir niður í hornið á Sigga. Sigga sem klára þetta. Bara örugglega. Já, gott skot hjá honum. Já, góð vörn. Skarpi og Birkir stoppa sig trygg í árásinni. Þetta geraði vel. Já, sjáum hérna. Góð hjálp og komin inn á línuna hjá IPVF. Herra Kári. Christian. Besti línumæður deildarinnar í síðustu ár. Heldur betur. Það er bara... Byrja bara strax á því að blokka og fá boltan og skora. Það er eitthvað sem Kári kann, þá verður það að blokka. Heldur betur og klára sín færi oftar en ekki vel og þetta bara, hann heldur áfram upptöknum hætti í markinu. Petar byrjar, hann er eitt á sig og eitt varið. Sittryggur hann á Magnús Ver. Fríkast hann að sérstætt, þetta er annað gott víti eða ekkert held ég. Ég hefði haldið það. En þetta er ungu dómari að byrja og bara hann er að læra. Þetta er bara frábært að fá nýja dómar inn í deildina. Algjörlega og einhvers stað að vera menn að byrja og bara frábært að byrja í svona æfingamóti. En verður bara að gefa honum það. Þetta tekur Hávarnin. Herger er í varnarskiptingu við Haug, Adam Haug, þarf að segja. Og enn og aftur finnur Sigtryggur línuna, mannstu ég kom undan, Herra Kári væri komin og Sigtryggur með línusettingar. Aftur er þetta bara einfaldur rússi og allt klárt. Þetta geti orðið mjög öflugt hjá IPVF. Já, þú ert með, eins og segið, búin að horfa á það. Dagur náttúrulega við vitum hversu góður hann er að finna Kára og ég er línumenn. Sitter, finnst mér búin að, ég er svo sem bara verið að viðkynna, ég man ekki hvernig hann var þegar hann spilaði sók síðast en hann er greinilega vel að finna vel og dæmt lína á Jakob. Og það að horfa á hérna leikinn á þriðjudaginn að þá var hann Króatinn mjög góður og var að leita að þessu. Já, þetta er frábært skot þarna fast. Já, þú verður hann ekki þarna eins og þessu. Nei. Og IPVF bara búin að minka þetta niður í 1. Já. Og frábær sending. Og Petar Ver. Hann er að komast upp fyrir 50%. Já. Það gera sterkt tilkalli að vera maður leiksins. Ég held að hann fengi að beint í andlitið Maggi hana. En þegar fríkast þá er það sjálfsögðu ekki 2 mínútur, hann er bara í kontakt. Já, ekki alveg, nú fekk hann eitthvað þarna. Lagsnes eins og sem við kallum. Já. Skemmtileg saga að fara bakvið, en það er kannski stund fyrir annan tíma. Já. Það er nú Vestmanningur sem kom með það nafn líka. Jú. Kemur óvart. Vestmanningur finnir upp. Já, það glæsileg markvarsla þarna. Frábær sending að þið. Geggjur sending. Og Haukarnir ekki alveg nægilega fljótir. Þarna Jakob ekki ánægður með Skarpa að fara ekki í blokkuringuna. Já. Jakob á kannski eitthvað til sín máls. Já. Gefa IPVF það. Þeir eru sneggir að skipta
Já, þeir gerðu þetta vel. Já. Kári óvinnu góðu skiptiformi. Já. Og æfa þetta í sumar. Frábæra Árásson og sæki vítakast og 2 mínútna brottvísun. Á Dag, já. Hann hefur farið í höndin á Hergeir. Ég voru að játa það. Það er Hauksberg ára mér líka. Ég sá ekki. Ég held að Heiður Ísakvist. Já, ég líka. Herru, þetta er fyrsta vítið sem Haukar fáið í þessu leik. Það er. Já, og það er Össur sem fer á púti, bara eins og síðast. Ég veit að hann var á vítalínunni hjá U20-landsliðinu í sumar. Gerði það vel. Já. Og hann skorar. Ég hef ekkert mist hökurinn neyri gólu ef að Petar hefði varðið þetta. Ekki með leikin sem hann er að spila. Nei. Herru, já, IBVF er að rótera núna. Nú komin í hægra horni er hérna Gauti. Það er ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt hjá þér. Kára á miðunni. Nei. Já, City og með útlendinga hersveitina sikkur meginn. Þetta er alveg sóknarlið sem maður getur séð í vetur hjá IBVF. Algjörlega. Og svo þetta með Dag líka, sko. Já. Óheppinn þarna. Gott skot. Mjög gott. Virkilega gott. Já. Siggi var svona. Já, Ísak lúmskur hana. Sjáum við að Haukarnir eru svona skipta líka svolítið ört. Já, þetta er æfingarleikur. Þú átt að hérna prófa hópinn. Já. Láta menn svona aðeins testa vatn. Góð blokkering, Birkir, já, vel gert. Miðus Birkir enda búinn að vera mjög flottur í þessum leik. Já, ég sammála því, hann er búinn að vera góður, sérstaklega sóknarlega. Og mikið efni, og maður svona hefur verið að bíða eftir svolítið, kannski í svona 2 ára, hann dettur svolítið í gang, en enda er hann líka ekki gamall. Nei, þetta er náttúrulega, já. Ekki einu sinni orðin 20, sko, hann er að... Nei, það gleymir stundum. Já. Það er gríðarlegt efni. Hann er meira að segja að Portugalinn er líka að leita að línunni, þannig að þetta er orðið... Það er allir í línuleit. Já, það er ekki gott svona að Herru fer að detti þetta en að tróða honum á línuna. Býtur hún við. Hotkast, það er eitthvað sem að Svessi sá. 4 sendingar, hendurinn komin upp. Það komið svona aðeins meiri hraði og ferskleiki í þetta núna. Og Marino í skoti, fríkast. 3 sendingar. Já, vel gert hjá Birki. Maggi með snúningin. Já. Ég býst bara við því að það sittur ykkur nærmum ekki alveg en hot, 2 sendingar. Svolítið svona IBVF svolítið svo þeir eigi bara eina sendingu eftir í bæði skiptin. Já, og ég ger á fyrir skotið. Nei. Þetta bara góðu varnarleikur þarna hjá Haukunum. Já, stóðu vel og Siggi plantaði sig fyrir framann. Og gerir skarpiðin hérna, hann fyrir bara í gegn og skorar. Virkilega vel gert. Það er ekki rétt sem ég var hann ekki í þessu 20-landsliði líka ásatt Össur og andra og Birki. Já, Maggi ver þetta og hverjum frákastið og Maggi ver aftur. Það er doppul. Læsilegt, heyrðu, þetta er bara svolítið dagur markvarðana. Það er Petar, Willi og Maggi. Magnús komið með... Spurning hvort við fáum hann hérna stemmingskarlinn inn á líka og hann gerir þetta, klára þetta. Haldi uppteknum tækti. Það er nú bara pressa fyrir markvarðin að koma inn á. Já, Birki klippir við skarpa. Býttu nú við, úluleg blokkering á Birki held ég.
Nei, fyrir ekki Sigtryggur. Góður. Ekki nægilega góður bolti. Þetta er of hérna. Hvað að segja þetta? Bara svo segir hann, haustlegt. Já, við erum með gólfinu, þetta er ekki, sendingin ekki góð. Erfitt fyrir Sigga sem er á fleyjuferð fram allan á honum. Ég fannst Jakob vera meira laus en það er oft svolítið svona inn í mönnum að gefa ekki á línumenn í hraðahlaupi. Jakob náttúrulega gleymist nú og Jakob er miðjumaður á upplagi. Að vísu. Hann var miðjumaður þegar ég þjálfa. Og það hefur gagnast honum vel. Já. Frábært skot hann að... Vel gert bara upp úr engu, bara mætt á vinstri hægri upp skot. Og sjáum að Þráinn er kominn aftur inn á. Já. Skarpi byrðist afsökunar að ekki hefur gert þetta nóga vel. Egill kemur úr skiptinguna á 20 mínútur eftir leiknum og Ásgeir er að rúlla aftur. Er það vitleys í mér að Birgir búinn að spila alla leikin í hægri skiptinni? Nei, Össur kom inn í einhverja vel gert. Og áfram heldur Petar Jokanovic að verja. Össur tók hægri bakverðin á hann í svona 2-3 sóknir, það var ekki mikið meira það. Þetta er fríkast. Góður varnarleikur hann eða Hergeir. Já, ég skil Vestmannaeyingana að vilja fá víti. Ég hefði, fyrir mér er þetta alltaf bara ruðningur eða víti, ekki aukakast, en eins og ég segi, óreyndur dómari og er að læra, ég gefum honum það. Já, algjörlega. Og góður varnarleikur þarna og löngsetting fram. Andri grípur þetta og skorar. Frábært slótt þarna. Ég eftir Andra því að þetta var ekkert auðvöldu bolti. Algjörlega ekki og svona engu jafnvægi og Magnús! Andri með stæla, þakkar upp í stúku og alltaf pökkustúkan. Ég ætla samt að segja það er nokkuð vel mætt á þessa leiki. Svona meða við oft. Það er alveg ágætis mæting á Hafnarfjarðarmóti búið að vera. Svona meða við þetta sé bara Hafnarfjarðarmót og... Það var ágúst. Það var ágúst, já. Fólk að koma heim úr útilegu og... Þetta er þjóðaríþróttin. Þetta er þjóðaríþróttin. Það er að vantar að passion í þessa íþrótt eins og Dr. Fútból sagði. Já. Skilur engin passion en á fótboltanum. Nei, það er nefnilega hannig. Og Össur. Það er vel gert. Haukarnir eru svona bara svolítið... Og... Nei. Já. Sjáðu að Ásgeir var ekki hrifinn og ekki Max heldur. Ég held að Max held ég að hann er að drepa hann með augunum. Já. Það er skil vel. Þú tekur ekki svona skot og klikkar, það er bara ekki boði. Nei. Ég veit þjálfara sem að hefðu tekið hann, sem myndi taka hann út af fyrir svona. Hann gerði þetta í sumar með landsliðinu og skoraði. Komst inn á Instagram hjá HF. Já. Já, það er svona smá högt hérna. Sóknarleikurinn íbjöð byrjaði mjög vel. Það er sendin og Kára upp á því setni. Svo er smá svona... Vel gert hérna. Seinni bylgjan á Haukunum hefur verið sterk fyrst í síðustu 2 leikjum. Já, ég er sammála því og hérna... Þetta er heldur bara ruðningur. Nei, ok. Gaman svona að sjá viðbröð leikmanna. Já, þetta var geggjað. Já, ég segi hérna og skemmtilegt líka talandi nýja leikmenn í þessum liðum. Við erum að tala hérna Króatan hítið að Skarpi er góður í seinni bylgjunni. Nefnilega mjög öflugur og getur mikið vel það. Algjörlega. Alveg svo Adam hefur nú verið hjá Haukum. Þetta er eitthvað skrítinn sónarleikurinn í það. Það eru svona, eftir að Kári kom inn og full mikið kannski að leita á honum. Já, ég er sammálaður. Þetta er hérna... Þegar þeir voru nú bara að gera ágætlega á hann. Það eru leikmenn sem geta skotið og... Þetta er heldur vítakast eða ekki, nei. Fannst þér það inn þegar vill sem mér kannski... Já, ég skal ekki segja, ég ætla ekki að
bara segja neitt um það. En hérna, talandi um það að þeir séu góðir að finna línuna, þá er þeir rosa mikið að leita línuna okkur núna. Akkurat, og það er oft, býtum við. Já, þetta er alveg rétt, það er bara að taka aukakasti, það er ekki að lappa með bolta. Já, ok, ég bara var að horfa annað, ég var að horfa töfluna. Já, Kristoffer kominn inn á IBF, hann átti svona misjafnar mínu. Já, Maggi tekur leiklið, stöðinu 21-15 og 16 mínútur eftir. Skila bara vel, þetta hefur verið smá svona... Þetta er mjög þung búið að vera, eins og ég segið, frábært að leita línu og ég sem gammal línumæður, það er, ef menn senda á línuna, það er alltaf bestu leikmennir, nei. Já. En sko, þú þarft líka að taka skotin til þess að þú fáir ógnuna og þú fáir ykkur hreyfingu á vörninu. Akkurat. Og þeir eru búin að vera svolítið fastir í Káraleitnum. Byrjuðu seinni hálfleikinn á því að finna Kára og finna færi og algjörlega. Og svoleiðis og svo einhvern veginn svona eins og kosti gentilegin á það festust svolítið í sama farinu hana. Haukarnir bökkuðu aðeins á Kára og svona einbettu svolítið að honum og Vestmannaeyingarnir nýttu sér það ekki með því að fara í skot því að þú þarft skotin, þú þarft að fá hreyfingu á vörnina til þess að eitthvað gerist. Já. Og ekki það að IBF fanti leikmenn sem geta skotið sko? Nei, nákvæmlega. Það eru fullt af, þeir eru 4 þarna leikmenn sem eru frábæri skotmenn sko. Í það minnsta. City, Dagur og útlendingarnir og Kristoffer getur skotið skilur við. En það er eitthvað sem hann getur þá að skjóta. Algjörlega. IBF skiptur markmann. Alltaf sett að hann kemur inn á núna, hann hérna, hvað heitir hann aftur? Pavel, já. Stemmingsmaður. Ja, geggju típa, ég bara elska þessa típa. Hann er svona fullkominn fyrir IBF. Hann bara svona hefur verið sko skapaður til að spila hérna í Vestmannaeyjum. Það er nokkuð til í því. Ja, og Maggi bara tekur þennan. Já. Og Andri. Skorar. IBF keirir, Kristinn Pétursson kominn inn á Haukurum. Vel haldið, já þeir eru á. Sér þarna Haukarnir. Já, Pavel, nei Petar, nei það er allt. Pavel, fyrirgefur. Já, vel varið. Össi kom með 2 klikk núna úr hraðflöfum. Já, og það er af eitt mjög óaga skot. Já, virkilega, bara svona þjálfara killer. Já. Sérðu, já. Áfram halda þeir að áfram að leita að línunni. Já, þarna kom gott skot. Já. Vörnin er og það bara plaffar á markið. Klárlega, þú verður að gera þetta. 22-16, það er búið að vera Haukarnir búin að loka svolítið vörnin hjá sér og hafa lokað vel á Kára. Og Vestmannaeyingarnir einhvern veginn falli í þess að, ég veit ekki hvort við kalla þetta gildur að vera endalaust að reyna að ná inn á Kára. Það er spurning, en við sjáum að Kristinn Pétursson er kominn inn á. Já, í hægri skiptuna fyrir hérna Birki. Byrjar að setjast í gólfið, Kitti. Já, þetta var fint. Og Herger kemur hann að reynir sendingu aftur fyrir bak, sér að það bara beinti í hendunar á Pavel. Já. Þetta er svona, hvað maður að segja, svona óagaður sóknarleikur. Svolítið búið að vera. Og æfingarleikja lykt af þessu. Já, Haukarnir fara í 5-1. Með Herger fyrir framann. Herger fyrir framann, hann er þjófóttur. Og skemmtilegt slút þarna hjá Kára. Frömi að Haukunum og Þráinn bara upp. Ég hefði viljað sjá hann skjóta. Já, Kári tók eiginlega Barbasinski og
og yfir Magga. Ég sá hann æfa þetta í hálfleik á hann. Það staðan 22-17. Já. Magnús kom með 6 varða. Já, hann er farin að gera ennir markmann sem gerir tilkalli maður leiksins. Ég held að við séum með 3 sem að, eða 2. Maggi er ennþá inn í þessu en ég held að Petar sé klárlega. Petar var með 17 varðabolta. Já, absolutt. Og sem er bara frábært. Já. Var hann alveg í 49% í kring. Það er í kring. Þetta er ekki, þetta er lélegt færi sem að Herger er að taka. Þetta er annarskipti sem hann tekur svona. Þetta verður Maggi og Andri, hann er aldrei að fara að gefa hann. Nei, það kann það ekki. Nei. Og hann skorar. Hann er alltaf búin brjálaður ef hann fær ekki bolta. Já, sjálfsögðu. Ég líki sé pirraður í manni ef hann fær ekki bolta. Já, vel gert, gott spil. Og Magnús, sko, bætingin hjá honum Magga undanfærin ár, alveg vera svakaleg. Og hann er búin að vera frábær. Ó, vel gert hjá. Vel gert hjá Haugum, gott spil. Skarpið með hérna finnur þráinn, virkilega vel gert hjá honum. Og enn og aftur að fá að sjá þessa seinnibilgju á Haugunum sem er öflug. Já, ég er sammála því. Hún er sterk. Og þetta er svolítið það sem Ásgeir hefur búin að vera að reyna að ná undanfærin ár og hefur kannski ekki alveg gengið nægilega vel. En þetta lítur vel núna á Dagur og sjálfsögðu. Skemmtilegt skot þarna. Á gólfinu. Össur. Kitty P. Kristinn. Vel gert Kristinn Kjötur. Frábært. Bara basic, vinstri, hægri, vinstri. Já, komin í gegn. Já, IBF svarar. Það er komið smá hraði í þetta núna. Já, mennur aðeins að... Þetta er ekki nema 10 mínútur, með 11 mínútur eftir. Breki skoraði hann að, segið fyrsta annað mark í þessum leik. Já, vel gert hjá honum. Og Herger... Já. Það er vel veran. Hann hefur fengið skilabóðin. Þannig mættur í þetta. Til í slægin. Hann ætlar ekkert að vera minni maður en hinnir 3. Nei. Leðilegt ef að þú klikar sem 4, það er gengur eilt. Nei. Ég hugsa að Aron Rapp verði bara best geimtur á bekknum. Nú var það, já, ég sá ekki hvað gerðist. Ísak, tekja minna brottu sem fyrir að íta á eftir andana þegar hann leist inn. Ég bara viðurkenni það, ég sá þetta ekki. Já, þetta hefur ábyggilega verið rétt. Já, en svo... Ísak er nú ekkert óvanur því að fá tekja minna brottusum. Nei. Ég fengi 1 eða 2 á ferlum. Og hvað þá á móti Haugum? Já. Saman hvaða liði hans spilar í það. Já. Það fá einhver náttúrulega upplæði. Herger. Birkir komin inn á aftur og vel gert, gott spil. Og Skarpið skoraði hana og enn Pavel er í þessu bolta. Já. Haukarnir skora 26-19 og 10 mínútur eftir að leiknum. Það er þarna kafli í seinni sem að Haukarnir svona keyrðu svolítið yfir IBF. Og eins og ég segi, okkur er tíðrætt leitunum að Kára sem að er enn og aftur að gerast núna. Þessu klikka núna þá fara hann út af. Hann gerði þetta leika bara mjög örugt. Fór í snálat og gatt og bara rétti boltan í markið. Já, IBF svona voru á kafla hana. Það var svona bras hjá þeim. Já, og er svolítið ennþá. Við sáum það bara í þessari sókn að þeir voru ennþá að reyna að leita Kára sem fyrsta kost. Og vel gert Dagur. Vel undir bakaður Birki. Ég held að Maggi þurfa aðeins að taka þetta í gegn. Hann þarf að virkja fleiri. Það þýðir ekki að vera bara með Kára, hugsa bara hann sem fyrsta. Já, góð hávörð hjá Skarpa. Já, Kristóf Haugur hefur ekki alveg fundið sig í þessu leik, komið 1 mark og þó nokkur skot. Erður, eitthvað svona, já, hann er búinn að eiga nokkra feila. En
bolti komin upp. Á Dagur þetta með skemmtilegt skot þarna, Maggi Ver og Birkir framhjá, langt framhjá. Þetta er nefnilega erfiðar en menn halda, kasta oss niður völlin. Allur, Já, Vestmannegarnir orðnir jafnmargir. Brottusunir búinn hjá Ísak. Já, manna Kári kemur út. Þráinn við tók tvígrip. Já, ég held að ég bara ekki sammála honum. Það er ekki hugmyndu. Herðu, vel gert. Treður sokk upp með hana. Kemur með gott skot. Gott skot hjá honum. Mjög gott. Kemur í gott undirskot. og 7-28 myndir eftir. Svona með að við gangleiksins og hugsa ég nú að Haukarnir klári þennan leik. Já. Kristinn Birkir gal opinn þráinn hann á línni. Kristinn kemur á Skarpi á klippum. Birkir upp og Pavel Ver. Birkir komin alveg yfir vinstra megin. Þetta var sömulegir svona, það maður segja, þetta var ekkert fallegu sókn hjá Haukunum. Nei. Áhugaður varnarleikur hana. Mjög. Myndi svolítið á varnarleikin í fyrirháleik með Kristófer. Já. Kift honum bara til sín. Mögulega eitthvað ólöglegt verið. IBF stillir upp. Kristófer, Dagur og hann hérna Portugalinn, heitir hann Rivera. Ég er bara, mér langar að segja. Stendur Ívar á töflunni, ég er ekki að kaupa. Ég bara verða að viðurkenna alveg stóluð með nafnið og ég byrst bara afsökun á því. Það er ekki annað. Það er nefnilega ekki hérna á statsunni hjá mér. Ok. Talandi athyglisverðan varnarleik, þá var þetta mjög athyglisvert á Andra. Hann datt og rann eiginlega í gegnum líka undir lappirnar á hann. Það er miður að misti ég þessu þar sem ég var að skoða hópi stats fyrir þig. Já, þú er fyrst afsökunum. Já, Kristinn Pétursson stillir upp hérna. Sóknarleik fyrir Hauka. 27-26 myndir eftir. Össur leysir inn úr horninu, sækir á, gefur á Birki og hendur svo inn. Já, Birkir ætlaði sér nú að gefa Össur hana, sýndist mér. Já. Og Össur leysist út, Kristinn finnur næstu í þráinn. Já, hann er ekki alveg. Já, Ísak tók hann svolítið úr jafnvægi. Já. Skipta varnartröllin hjá IBF, Róbert og Ísak skipta út af, Kári og Dagur kom inn. Kristófer leysir hérna inn á línuna. Þannig að hendur hann svo hátt uppi, okkur gefa það ekki bara á hann. Þetta er bara tapaði bolti. Já, ekkert á þetta, segja dómararnir. Ég skal ekki segja hvort það hafi verið eitthvað á þetta eða ekki. Og Haukarnir stillu upp. Jep. Já. Og Kristinn flott sending og Andri klikkar hana, Pavel ver þetta. Vel gert hjá Kitta, hann náði að losa vel niður í hægra hornið. Andri, Pavel gerði þetta vel. Þetta er góður dagur fyrir áhugamennu markvarslu. Já, það er rétt. Því að ef við skoðum hérna tölfræðina bara hjá báðu liðum þá eru Haukarnir í 47% markvarslu og IBF í 42%. Það er mjög gott í
í markvörslum. Það er alveg, verður ekki. Það verður ekki tekið að þeim. Og Kristinn reynir að finna Jakob hanna og fær fríkast. Heldur reyndar að þetta hafi verið fótu. Já. Það var rugl í Svavari. Mér hefði þótt að skrítið og Haukarnir hefði haldið boltanum hana. Þetta er líka hengarleikur fyrir dómarana. Þeir eru að koma sér í gang. Alveg klálega. Já, ég sé hérna núna að Aron Pálmarsson er greinilega ekki með í leiknum eftir. Hann er borgaralega klæddur. Já, hann fór út af í síðasta leik með klakkapoka. Eitthvað hefur verið að hrjá hann. Fallegt skot hann. Eftir að ég segði að hann var búinn að klikka, þá var hann heldur betur. Hann Kristófer stíðu. Þrjú mörk eða 4 mörk? 3 allavega. Og bara fín vörð þarna, sömuleiðis. 3 mínútur eftir að þessu, staðan 27-21. Haukar svolítið síðan kannski skoruðu síðasta mark. Já, þetta er svona... Já, þetta er svolítið fjarað út svona hægt og rólega eiginlega. Róbert alveg öruggur hana Já. Í vörðinni. Engin vafi. Tók á hérna K.A. fyrirverandi. Norðamanninum, norðamaður og norðamann. Heldur betur. Og Birkir. Já. Nei, Birkir vildi fá hotkast en dómarinn neitaði því. Íbjarkjötu Mikael. Eyjamenn vilja vantarlega fá góða sókn núna. Já. 2 mínútur eftir, 27-21. Ég er alltaf gaman á honum deginn á vellinum, hann er svo duglegur. Alltaf að reyna. Já. Þetta er alltaf áfram. Það er alvöru bara þarna Jakob og Skarpi á Kára. Já, þú þarft oft 2 til og hvað ef ekki 3? Já, það getur það. Og við bara sjá Kristinn kemur þarna í svona hálfgerða klippingu við Skarpa. En hann stöðuskipti bara. Já, það er svona hægja á þessu, stilla upp í sókn, góða sókn. Og Kitty stillir upp, það eru 40, nei, mínúti eftir, tæp. Þú þarft að fara að skokka niður því þú ætlar að veita hérna mann leiksins, Herru, jú, greinilega. Já. Ég verðist að hlýða þér. Já, það er gott. Andri fyrir hún hodninu, já, vel gert hjá Andra. Læsilegt. Þá bara læti þig þetta. Já, ég klára þetta, það er mínus 30. Varstu búinn að taka velunin? Nei, ég veit ekki hver þau eru. Nei. Andri er vantilega að hlaupa hann á náið. Já. En röltu bara hérna niður. Ég rölti bara hérna niður og ég þakka bara fyrir mig. Ég treysti þið fyrir þessum 45 sekúndur sem er eftir. Við sjáumst það eftir. Við sjáumst það eftir. Það eru 40 sekúndur eftir þessi leik og Íbjarkjötu stillir upp hérna í stöðunni 28-21. Dagur, já, góða rás, aukakast. Kári snöggur að taka aukakasti, já, Dagur með undirskot en setur hann framhjá. Og Haukar koma inn í síðustu sóknina, Birkir upp og sendar yfir á Skarpa sem að fer í gegn og skorar. Síðasta markið í leiknum því að tími rennur hérna út og þessu leik er lokið með sigri Hauka 29-21 í svona rólegum leik. Fyrir mér voru markmennir ljósipunkturinn í þessu leik í báðum liðum og það er ekkert meira en það að segja. Ég þakka bara fyrir hérna mig og Friðrik. Leikmaður leiksins er Petar Jón Karl, leikmaður í off.